Fjármálaráðherra freistar þess í annað sinn að leggja fram frumvarp erlend lán þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir Seðlabankans. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra freistar þess nú í annað sinn með lagafrumvarpi að heimila erlend lán til einstaklinga sem hafi ekki tekjur í öðru en krónum. Seðlabankinn hefur eindregið ítrekað og vara við því að lántökur til þeirra sem get ekki varið sig fyrir gengisveiflum verði heimilaðar, en þeim viðvörunarorðum hefur ekki verið sinnt. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Frumvarp fjármálaráðherra sama efni á síðasta þingi náði ekki fram að ganga. Verði frumvarpið að lögum verið að opna á erlend lán til einstaklinga sem hafa bara tekjur í krónum og eru ekki í aðstöðu til að verja sig fyrir gengissveiflum. Í raun að ræða endurtekið efni frá banka- og gjaldeyrishruninu. Þá verið að færa ábyrgðina af banni við slíkum lánum frá löggjafanum yfir til embættismanna Seðlabankans. Fyrir þau fyrirtæki sem hafa tekjur í erlendri mynt, svo sem útflutningsfyrirtæki eða aðila í ferðaþjónustu, getur verið eðlilegt og skynsamlegt að hafa lán í erlendri mynt. Ef gengi krónunar styrkist og tekjur lækka hagstætt að skuldir lækki á sama tíma. Við veikingu krónunar þolir viðkomandi fyrirtæki aftur hækkun skulda þar sem tekjur hækka á móti. Þetta gildir hins vegar ekki einstakling sem hefur tekjur í krónum. Við snögglegt gengisfall situr hann uppi með lán sem hefur hækkað mikið og hann hefur ekki peninga til að verja sig fyrir gengissveiflum, til dæmis með afleiðusamningum. Þetta það sem þúsundir Íslendingar lentu í banka- og gjaldeyrishruninu. Það sérstaklega fróðlegt að skoða umsagnir og allt nokkur minnisblöð frá Seðlabankanum sem varar eindregið og ítrekað við því að lántökur til lántaka sem get ekki varið sig fyrir gengissveiflum verði heimilaðar. Í þessu minnisblaði Seðlabankans segir lán í erlendum gjaldmiðlum til óvarina. Slíkar lánveitingar eru ekki aðeins varasamar fyrir einstaka lántaka sem ekki eru varðir fyrir gjaldeyrisáhættu, heldur getur einstökum lánveitendum og fjármálakerfinu í heild stafað veruleg ógn af ef óvarlega farið í útlánastarfsemi af þessum toga og ef gengisáhætta raungerist. Seðlabankinn hafði svo miklar áhyggjur af frumvarpi fjármálaráðherra að hann sá sig knúinn til að svara athugasemdum fjármálaráðuneytisins alls 7 sinnum. Það hlýtur að teljast fáheyrt í lagasetningu hér á landi. Ekki löggjafinn að skella skolla eyrum við athugasemdum Seðlabankans í málinu? Jú, þetta eru vissulega vonbrigði vegna þess að það alveg ljóst að það áhætta fyrir lántaka að taka lán í annarri mynt heldur en hefur tekjur eða eignir í. En það líka áhætta, það grefur undan fjármálastöðugleika eins og kemur vel fram í umsögnum bæði Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans, það grefur undan fjármálastöðugleika, grefur undan stöðugleika gjaldmiðilsins og getur líka grefur undan peningastefnunni. Frosti segir þetta líka spurningu misskiptinguna sem af þessu hlýst. Þetta sem sagt hópur sem þá bara væntanlega þeir sem mjög miklar tekjur í krónum sem getur gert þetta, en allur almenningur getur ekki gert það, en hann þarf svo að lifa við áhættuna sem þetta skapar. Og þá spurning hvernig þjónar það almannahagsmunum að innleiða slíkt ákvæði.